Elvar, koma heim í Laugardalshöllina eftir stórkostlega frammistöðu á miðvikudaginn á móti Ítalíu. Hvað þarf að gera til að ná í úrslit á morgun? Bara svipað og vorum að byggja ofan á í síðasta leik. Laga kannski svolítið frákastinn okkar og svona hafa tempóið okkur í vil. Þeir eru mikil íþróttamenn, Bretarnir, og með hæð svona all around yfir okkur, þannig að það eru alls konar hluti sem við þurfum að hafa í huga og svona vera bara vel stiltir á móti þeirra svona áræðinu vörn, myndi ég segja. Þeir eru mjög áræðnir og spila mjög fast. Þetta er risastóran leik, ekki alveg með tölfræðilínuna á hreinu en þetta er stóran leik á miðvikudaginn. Hvað þarfst þú að gera svona persónulega til þess að ná að koma inn í leik morgundagsins svona á réttum hraða? Ég veit ekki svona fyrirfram, en yfirleitt svona reynir maður að svona finna hvað maður þarf að gera í svona bara þegar leikurinn er byrjað í rauninni. Stundum nær maður að spotta svona gameplani hjá þeim, eins og á móti Ítalíu þá spiluðu svakalega stíft á Martin og voru svolítið að knúsa Tryggva á rúllinu, þannig að opnaðist mikið fyrir okkur af boltaskrínunum og svona. Þannig að við reyndum að nýta okkur það, og það er aftur á morgun ef að þeir halda í sig orðinn einhver skorari og fara að stíga upp, þá er ég með aðra leikmann opna. Þannig að það er bara svona svolítið að reyna að spila bara rétt og klárt. Ja. Þannig er svona mentality að fara inn í leiki fyrir mig. Það er aldrei eitthvað svona ég ætla að gera eitthvað eitt ákveðið. Svolítið sagan af þessi breska lið sem eru að koma hérna morgun, og þetta eru svona hálfgerðir svona underdog sem eru að koma hingað. Þeir tapa þessum leik á móti Litáen með bara eitt af körfubolta momentum ársins þarna, en þeir eru inn í leik á móti hörku liði. Hvað getur þú sagt okkur frá þessu breska liði? Hverju eru að búast við? Ég myndi skoða hópið þeirra, þá myndi ég ekki halda að þeir væru underdog í þessum leik, þar sem þeir eru með flestallir í liðinu eru í toppdeildum í Evrópu. Og margir það er mjög reyndir, aðrir eru svona ungur og svona up and coming, segir maður. Það er einn mjög efnilegur sem er að stíga sem fyrstu skref í Euroleague í Mílan. Þannig að þeir eru með mjög hæfileikaríkt og gott lið. Þannig að það verður bara mjög verðugt verkefni, myndi ég segja. Þannig að við verðum að vera vel klárir til að vinna þá, því þetta er ekki slappt lið. Þeir voru yfir með 20 á móti Litáen í þriðja leikludag, sem sýnir bara að þetta er alveg lið og við þurfum að eiga góðan leik til að vinna á. Út á Ítalíu á miðvikudaginn og svo komið heim í -4, það er -10 og sumstaðar á Íslandi. Er ekki samt gott að fá að koma heim til Íslands í svona verkefni? Jó, það var alltaf gott að koma heim. Maður finnir að varirnar orðnar þurrar og svona húðin fyrir aðeins að þorna og koma hérna í kuldann. En ég er í Pólandi núna, þannig að það er að koma vetur þar líka. Þannig að það er fínt að bara byrja veturinn almennilega með stæl og fara svo út til Póllands í alvöru vetur líka. Kærar þakkir, Elvar, og gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir.